Þá var það Valmar, tónlistarsnillingur, sem kominn upp á vegg og ég viss það að hann upp á golfvelli að spila núna. Það kominn nýr gestur í stofuna, kom fljúgandi með hvítum áfum, hefur verið hér á Akureyri áður, búinn að þvælast út allan heim, í námi og öðru slíku. Tók þessi spennandi verkefni í Reykjavík fyrir nokkrum árum síðan, en ný skipaður rektor Háskólans á Akureyri. Eyjólfur Guðmundsson er kominn til okkar í hvíta máva. Velkominn. Þakka fyrir. Gott að vera komin aftur. Æ, þakka þér fyrir það. Hvenær byrjarðu? 1. júlí kem ég formlega til starfa og hyggst nota júlímánuð til að kynna mér vel þau málefni sem ég þarf að skoða fyrir haustið. Já. Kominn aftur til Akureyrar. Kominn aftur. Þú hefur verið á ferðinni eitthvað? Eitthvað aðeins og ennú fæddur og uppalinn meira og minna fyrir sunnan, en þetta er virkilega tilfinningu sem að sé að koma heim. Já, finnst þér það? Mér finnst það, já. Ég veit ekki hvernig í rauninni við maður að byrja á því þegar þú varst hér eða í því starfi sem þú varst, því að sko, manni þótti það að vera dálítið spennandi. Þú vannst hjá CCP, tölvu, leikja, hönnunar, hvað að kalla þetta? Já, sko CCP stendur fyrir Crowd Control Production, sem að í raunverulega vera að tala að stýra samfélagum, að stýra fólki. Já. Og EVE Online er í hugum margra leikur, Já. En í mínum huga er EVE Online fyrst og fremst samfélag. Vegna þess að þetta er raunverulegt fólk sem er að vinna saman að sameiginlegum markmiðum innan sýndar veruleika vissulega, en þetta er fyrst og fremst netsamfélag sem við erum að reka. Já. Og það er mjög skemmtilegt tengst við háskóla samfélag. Því að hvorutveggja er þetta samfélag í okkar heimi, þar sem við búum. Já. Háskóla samfélagi er nú stundum sagt að það sé í Fílabeinsturnu og svona sé á öðrum stað heldur en flest okkar. Og aðrir sem segja að EVE Online sé ekki hluti, heldur sé sýndarveruleiki, en það er ekki rétt. Það er bara annar heimur sem er innan þessa heim sem við búum. Já. Og ég sé töluvert mikla tengingu þarna á milli þessara tveggja heima og langar mikið til þess að raunverulega nota þetta samfélagshugtak þegar ég hef störf við Háskólann á Akureyri og efla Háskólann á Akureyri sem samfélag, sem hluta af stærra samfélagi sem að Háskólinn er þá raunverulega stoð fyrir. Og með því að vaxa og með því að efla Háskólann á Akureyri, að þá erum við raunverulega að efla samfélagi. Og við getum gert það með því að fara jafnvel enn dýpra og segja sko hvaða hlutverki getur Háskólinn gegnt með það að hjálpa sprotafyrirtækjum að komast á fót og svo framvegis. En sko, það er eins og þú segir að margir kannski líta á EVE Online sem einhvern leik, en þú lítur á það sem sérstaka veröld, en hún er einhvern veginn fjarlæg okkur þrátt fyrir það, hún er einhvers staðar langt í burtu, er ekki rétt? Já, hvar er hún? Hún er í samskiptum fólks, fólkið er allan heim, þannig að hún er raunverulega alls staðar á hvergi. Nei, já, því að maður sér sko það sem ég hef aldrei séð þetta, að þú veist það eru geimskip á lofti og það er svona ýmislegt, maður er svona í fjarskanum og lausu lofti einhvern veginn. Það sem kannski gerir það verkum að maður heldur þetta sé svona einhvers konar tölvuleikur. Já, og minna það er sem sagt í þessum veruleika, í þessum öðrum heimi, er virkilega tölvuleikur, það er sem þú tekur þátt í. En það eru margir sem spila EVE Online á þess að skrá sig inn í leikin. Er það hægt? Já, og þá eru þeir bara í því að senda skilaboð til annarra spilara. Þeir eru að stýra öðrum spilurum og þeirra spilun í gegnum skipulagningu á styrjöldum, í gegnum skipulagningu á því að reyna að brjótast inn í önnur fyrirtæki, vinna með öðrum að nýjum og stórum verkefnum, byggja eitthvað nýtt. Til dæmis þegar fyrsta stóra svokallað Titan gameskip var byggt, þá tók það 2000 manns 8 mánuði að byggja það. Þetta þurfti að skipuleggja allt saman og það voru örfáir innan þessar stóra fyrirtæki sem að vissu hvað raunverulega var verið að gera. Þeir voru að safna að sér efni allstaðar að úr heiminum til þess að geta búið til þetta risaskip og eru enn þann dag í dag eru tiltölulega fá skip til inn í EVE Online af þessari tegund. Já. Það tók hins vegar ekki nema 4 mánuði að missa það í bardaga. Ég veit ekkert hvað ég er. Ég veit ekkert hvað ég er staddur. Þú ert komin inn í annan heim. Já, það er alveg, ég var farin að hugsa sko, stóra títanskip og eitthvað. Já, en hvernig í ósköpunum stóð á því þá, Eyjólfur, að þú ferð í þetta? Úr fínu starfi hérna hjá Háskólanum á Akureyri og inn í það að fara að vinna í svona sýndarheimi eða hvað kallar það?
Þú getur rakið það beint til míns faglega bakgrunns sem hagfræði. Ég kynntist EVE Online fyrst á ráðstefnu hérna á Akureyri meira að segja, 2004. Þá vorum við með ráðstefnu leikjafræði og hvernig hægt var að nýta leikjafræði með tillit til, eða við skulum segja tilraunahagfræði og hvernig hægt var að nýta þá tilraunahagfræði í að leysa vandamál tengd auðlindanýtingu. Og á ráðstefnuna mætti þessi ungi maður, Kjartan Pír Emilsson, sem myndi endilega kynna fyrir þessum hóp nýtt tæki sem hann taldi að myndi vera mjög gott tilrauna umhverfi. Já. Og hann kom að kynnti fyrir okkur EVE. Og þarna sagði ég árund og opnum og sagði, já, ef þeim tekst að búa til þennan heim jafn stóran eins og þeir stefna að, þá komin tilrauna veröld fyrir hagfræðing sem bara ekki hægt að fá annar staðar í heiminum. 2 árum seinna auglýstur eftir hagfræðing, ég gat ekki annað heldur en skoða tækifærið og sótti og ræddi síðan við forsvarsmenn fyrirtækisins. Og það var alveg ljóst að leiður okkar lágu saman og svo var allt í einu bara 7 ár liðin. Svo 7 ár liðin þú komið tilbaka. Ég vil ekki fara úr þessum veruleika þínum. Okay. Sko, hagfræðingur, þeir ráða hagfræðing til starfa. Var það búið til sérstakt hagkerfi? Já, grunnhönnun leiksins svo að umhverfið býður upp á tól. Þú getur farið og stundar námavinnslu, þú getur farið og stundar svona hálfgerð lögreglustörf að eltast við vonda geimræningja sem að þú fær borga fyrir ef þú nærða að skjóta þá. Eins og í Villta Vestrinu? Nánast, það hluti að leiknum bara eins og í Villta Vestrinu. Já. Þú getur byggt hluti úr þessum efnum sem þú safnaðir í gegnum námavinnsluna. Þetta allt saman þarftu síðan að framleiða, þú þarf síðan að selja það á markaði. Þannig allar ákvarðanir það hvað búið til, hvernig það búið til, með tillit til þeirra hráefna sem þú setur inn í því að þú getur notað aðferðir til þess að bæta þína vinnsluaðferð og á hvaða verðum og hvar þú selur það. Þetta allt saman ákvarðan sem spilarinn taka en ekki við, ekki CCP. Þetta þýðir að de facto, ef við má sletta aðeins, að þá hagkerfi EVE Online alveg raunverulegt eins og hvað annað hagkerfi. En þess að það eru raunverulegar manneskjur að taka ákvörðun það hvernig ná að nota takmarkaðar auðlindir. Já. En eru þá fullt af mannskap sem að fylgist með leiknum og ef að kemur einhver ný hugmynd, vinna þeir þá áframhald hennar eða einhvern veginn svoleiðis? Nei, þetta bara snýst það að þú getur búið til margar það eru 8.000 mismunandi hlutir á markaðnum sem þú getur búið til og selt. Já. Og þú þarf bara að ákveða hvernig þú ætlar að framleiða til þess að raunverulega ná árangri í þínum business. Og hvað eru menn að framleiða eftir 20.000 ár? Þeir eru að framleiða náttúrulega geimskip, hluti til þess að fara í geimskipin og búa til raunverulega umhverfi eða búa sér til stóra heri til þess að taka yfir heim. Menn eru ennþá að berjast það eftir 20.000 ár. Það er ennþá? Já. Ég held að það hætti aldrei. Já. Á hvaða aldri eru menn að spila þetta? Herðu, sá elsti sem ég hef hitt, við erum með FanFest á hverju ári. Já, maður er aldrei tekið eitt í. Já, og þeir koma á heimsækja úr og sá elsti sem ég hef hitt á FanFest var 67 ára. Samkvæmt þeim tölum sem ég hef litið og eru trúanlegar, þá sá elsti engstar á bilinu milli 70 og 80. Já. Það eru fáir undir 18 ára aldri sem spila, þó að leikurinn sé gerður fyrir 13 ára eldri vegna þess að hann krefst gríðarlega mikillar félagslegar þekkingar að taka þátt í samskiptum sem oft taka langan tíma og það kannski hentar ungu kynslóðinni ekkert sérlega vel að geta ekki farið og fengið þá tilfinninguna að þú sést búin að leysa leikinn á einhverju 10 borðum eða eitthvað. Já, eitthvað svoleiðis sko. Þetta alls ekki svoleiðis, þetta snýst að taka, þetta meiklu meira eins og tómstundagaman. En sko, við fyrir kannski að hætta þessu í bili, en ef ég fer inn í leikinn, getur hver og einn svara mér? Getur allir komið staði hvað ég að gera? Já, þeir geta reynt að hafa samband við þig og þeir getur fylgst með þér, að spila allir í sama heiminum, já. Þannig að það eru vel á 500.000 áskrifendar sem spila leikinn eða taka þátt í þessum heimi og þessir aðilar tengjast reyndar, það er 1/12 í Kína, fyrir kínverska markaðinn sérstaklega
og svo einn tölva í London þar sem allur á heiminum, aðrir en Kínverjar, tengjast inn á það. Inn á það? Já. Tölvun stýrt frá Reykjavík en tölvan sem keyrir þetta í London. Hvað vinna margir við þetta? Í dag eru vel á 1500 starfsmenn sem að vinna við hjá CCP en þau dreifast á milli mismunandi verkefna því að við erum að vinna að öðrum verkefnum líka. Máttu segja frá einhverju skemmtilegu? Já, það er vel þekkt 2 þeirra sem voru kynnt núna á síðasta FanFest sem er Eve Valkyrie sem er raunverulega það sem heitir á ensku fyrstu personu, heitir hérna first person shooter eða fyrstu personu skotleikur. En í gameskipi litlu og í EVE Online umhverfinu. Þannig að það eru samskonar skip sem þú sérð á samskonar umhverfi. Nema það setur á því þrívíddargleraugu og þú gjörsamlega hverfur inn í þennan heim og sérð allt í þrívídd. Og það er mjög skemmtilegt að horfa á fólk sem upplifir þetta í fyrsta skipti því það yfirleitt dettur kjálkinn niður á bringu og það fer algjörlega bara í annan heim. Eyjólfur, hvað ert að gera fólki? Bjóðaði upp á gríðarlega mikla skemmtun. Er það? Já, þetta er... Spilar þetta sjálfur? Ég spila EVE Online sjálfur, já, absolutt. Og búinn að gera það náttúrulega lengi? Búinn að gera það síðan ég byrjaði hjá fyrirtækinu sjálfur. En sko, hagfræðingur, þú ert sem sagt á svona einhvers konar fjármálaráðherra eða seðlabankastjóri og... Seðlabankastjóri og þjóðhagsstofustjóri, skulum við segja. Já, svona sambland af Davíð og Þórði Friðjónsssyni. Ég kannski vil ekki taka beint upp þá samlíkingu, en við erum sem sagt að vinna í því að stýra peningamagni og það gerum við með því að horfa á verðbólgu, við horfum á peningamagni umferð og horfum á vísitölur einstakra framleiðslu liða og þetta er bara reiknað út nákvæmlega. Sko, ég náði í því með svo skömmum fyrirvara, ég gæti í rauninni ekkert undirbúið þig, þannig ég kannski kem að þér flötum núna. Sko, ég hef beðið fólk að velja eitt lag til að spila þettinum, aðeins að brjóta hann upp, sína myndir undir laginu. Hefurðu eitthvað í kollinum? Já, það er ekki nema eitt lag. Hvaða lag er það? Það er Hudson Bay. Og hver á að flytja það? Það er KK eða Maggi Eiríks og KK eða var það bara Maggi Eiríks? Já. Ég held að já, Maggi Eiríks. Já. Þá gerum við það og svo tölum við komið þín tilbaka til Akureyrar. Við stöðum. Ég byggði mér hús við hafið og hafið sagði ókei. Hér er ég og ég heiti Hudson Bay. Í kvöldsins hægláta húmi heyrði ég bylgjuna sog. Þannig er þessi heimur, það er og hjarta mitt fylltist friði og faðmansins streymur Ég hugsaði allt sem ég unni og þó Hudson Bay, það var hann Eyjólfur Guðmundsson sem valdi þetta. Nýskipaður rektor Háskólans og Akureyri og hann er búinn að tala mig algjörlega bara held ég inn á sitt band með EVE Online. Þetta er gott lag. Mjög gott lag og svona lag sem að ég hef hlustað á alveg bara frá, ég held, nánast unglingsárunum. Já. Og hérna... Og þetta er náttúrulega lag og texta eins og ekkert sé. Ég segi ekki hvernig textan algjörlega en ég gæti farið með einhver línur en við skulum geyma það. En spilar það á hljóðfæri? Nei, það er eitthvað sem aldrei hefur, ég hef aldrei kannski reynt almennilega en ég teki ekkert sérlega músíkalskur og hef ákveðið að nota minn tómstundatíma í annað. Já, Eyjólfur, hérna, þú lærir hagfræði í Ameríku. Ég bæði hér heima fyrst og svo í Ameríku. Og svo í Ameríku. Varst þar einhvern tíma, 5 ár eða hvað? Já, rétt 5 ár. En mér dettur í hug, fyrst þú ert búinn að segja mér svona skemmtilega frá þessu EVE Online dæmi og CCP. Af hverju kemur þið tilbaka? Ég hafði alltaf séð það fyrir mér að þegar störfum mínu lyki hjá CCP að ég kem aftur inn í háskóla. Þú vissir alveg að þú myndir taka bara einhvern ákveðin tíma í þetta? Já, það var mér alltaf ljóst. Já. Og að mörgu leyti er CCP sem fyrirtæki ekkert ólíkt háskólasamfélagi. Maður er að vinna með ungu, mjög
kraftmiklu fólki með mikla sköpunargáfu og mikinn vilja til að gera eitthvað nýtt. Og stundum þarf maður sko meira að hjálpa þeim að ná hugmyndunum saman í eitthvað ákveði heldur en að það sé skortur á hugmyndum. Þannig að í raun og veru finnst mér ég aldrei hafa yfirgefið akademíuna af því að bara út af þessu andrúmslofti. En ég hafði sjálfur ekkert séð fyrir mér að ég myndi fara neitt annað heldur en aftur í akademíuna og var svona byrjaður að hugsa mér til hreyfings. Það voru komin þetta 7 ár, ég hugsa þetta núna yfirleitt í 5 ára pökkum líf mitt. Já. Og í þessu tilfelli fór ég 1 ár í reynslu á sínum tíma til CCP, framleiddi það svo 1 ár í viðbót og þurfti svo að taka ákvörðun hvort að ég ætla að halda áfram í CCP að koma aftur í háskólaumhverfið. Verkefnin voru það stór og spennandi að ég sagði ég tek allan pakkan á þetta og skoða bara næstu 5 árin. Þannig að sá tími var um það bila að líða og ég var svona farin að líta í kringum mér þegar ég sá að staðan hérna fyrir norðan var auglýst. Og við fjölskyldan ræddum þetta, hvort að við værum ekki tilbúin að fara norður aftur og það voru allir ánægðir með það. Misánægðir kannski drengirnir mínir en allir sáu þetta fyrir sér að geta orðið góður kostur. Svo við slóðum til og ég sótti og fór í gegnum mjög skemmtilegt umsóknarferli sem að raunverulega staðfesti það sem ég var með í huga að hér er heilmikill kraftur og hér er heilmikið hægt að gera og byggja upp til framtíðar. Fannst fyrir því? Fann fyrir því í umsóknarferlinu og þegar ég var að tala við fólk á svæðinu. Hef alltaf kennt aðeins við háskólann gegnum tíðina, hluta úr áfanga á hverju ári. Og þrátt fyrir þá kannski miklu erfiðleika sem búið að ganga yfir íslenskt þjóðfélag og sérstaklega yfir háskólann á Akureyri því að þar hefur verið mikill niðurskurður síðustu 5 árin og starfsfólki hefur lyft algjöru grettistaki í því að ná fjármálum skólans á réttan kjöl sem hefur tekist þrátt fyrir þessa erfiðu tíma. Þau eiga mikið lof skilið fyrir það og ég held að nú sé tíminn kominn til þess að við horfum fram á við. Eins og ég sagði, tækifærin eru til staðar, skólinn hefur sannað sig eins og mun koma í ljós á næstu vikum að hann stendur mjög sterkt og við getum gert hér hluti sem ekki hægt að gera annars staðar vegna þess að við erum smærri og getum kannski verið svona aðeins fljótari í því að koma nýjum hugmyndum í framkvæmd. Já, smæðin getur hjálpað hvað það snertir. Algjörlega styrkleiki þessum. Já. En fjölskyldan, við erum að tala um fjölskylduna, hver er fjölskylda þín? Hver er kona þín? Herðu, kona mín er Steinunn Arnars Ólafsdóttir sem að reyndar á ætti sínar að rekja hingað því að hún er konnari. Er hún konnari? Hún er konnari, hún er barnabarn Nunna og Stellu. Jaha. Og eigum við svo sem sterk tengi hingað þess vegna. Já. Og síðan á ég 3 syni, Árna Braga Eyjólfsson, handboltakappa í Aftureldingu. Já, við viljum fá hann norður. Þið viljum fá hann norður, þið verður bara að gera tilboð, það er bara nokkuð ljóst. Já. Ég verður bara að koma að staða hérna smá samkeppni. Já. Síðan er það Gunnar Eyjólfsson, því stóra nafni og hann er stundum kallaður hundrarkallinn. Nú? Því að hann er 100. afkomandi Nunna og Stellu. Jaha. Og hérna, hann er semst að fara í menntaskóla og við erum að hvetja hann til þess að sækja í menntaskólanum hér á Akureyri. Já. Það kemur í ljós á næstu viku hvernig það gengur. Og svo er ég einn 10 ára, eitt örverpi sem bíður spenntur eftir því að komast norður og fyrsta svarið, það sem hann sagði þegar hann frétti að ég hefði fengið stöðuna var yes, nú get ég farið í fjalli á hverjum degi. Já, þannig að þið eru að koma nálægt fjallinu líka? Já, og umhverfinu bara og þessari, ég vil alveg kalla það nálægð. Það er sem sagt, samfélagið er smátt en samt eiginlega stórt til að vera fjölbreytt. Já. Það er stutt í alla þjónustu, það er nálægð við fjölskyldu konunnar og eiginlega nálægð við fólk. Hvernig breytingar sérðu fyrir þér sem að þú ert væntanlega búin að pæla miðað við hvað ég heyri hvað þú pælir? Hvaða breytingar heldur þú sjáu fyrir þér að gætu farið að koma í ljós tiltölulega snemma? Ég vil nú ekki kannski tjá mig það á þessum tímapunkti. Nei, þú átt ekki að stofna sérstakar deildir eða neitt? Já, sko. Já. Háskólinn er stofnun sem hefur mikið tækifæri til vaxtar eins og ég sagði. Og það er alveg ljóst að við þurfum að auka námsframboð. En við þurfum að gera það á mjög skynsamlegan hátt, í góðri samvinnu við stjórnvöld og í góðri samvinnu við nærumhverfið hérna á Akureyri.
Og nú þegar ég byrjaður að halda fundi með fólki hér innan dyra til þess að ræða hver framtíðarplönin eru. En ég lít svo á að þetta sé eitthvað sem kemur upp úr samvinnu og samtali milli háskólans og nærsamfélagsins, milli háskólans og stjórnvalda, og við munum leggja fram áætlun það hvernig við hyggjumst byggja skólan upp á næstu árum. En það alveg ljóst bara nóg að líta á kynjahlutfallið í Háskólanum á Akureyri í dag með tilliti til nemenda að það þarf að auka bæði fjölbreytnina en ekki síður að vinna í því að brjóta niður hefðbundna kynhlutverksmúra og fjölga karlmönnum í námi sem áður hefur verið kannski verið að stærstan hluta kvenfólk. Já, þú nefndir einmitt kynjahlutfallið. Er það óhagstætt okkur körlum? Það er óhagstætt karlmönnum, en er það ekki alls staðar að verða? Það er alls staðar að verða þannig og við verðum að spyrja okkur af hverju það er. En ég vil ekki endilega nota orðið óhagstætt karlmönnum. Ég vil nota orðalagið að það er óhagstætt ef að námsframboðið verður of einsleitt. Já. Svæði eins og Akureyri, Eyjafjörður og Norðurland allt saman þarf á fjölbreytni að halda í atvinnulífinu. Til þess að geta verið með fjölbreytni í atvinnulífinu að þá verður að bjóða upp á mjög fjölbreytt nám. Og það er það sem við þurfum að stefna að finna út í samvinnu við hagsmunaaðila á öllu svæðinu hvers konar námsframboð er best til þess að tryggja þessa fjölbreytni í framtíðinni. Nú ertu búin að vera örugglega á endalausum fundum þennan tíma sem þú ert búin að vera á Akureyri hérna. Hvernig nærðu þessu? Hvernig fílar þig? Mjög vel, eins og sagðan, maður finnur fyrir þessum krafti. Já, þú finnur fyrir því? Já, algjörlega, og maður finnur fyrir því að fólk tilbúið til góðra verka og eins og ég sagði áðan að það eru búin að vera erfið ár og þau ár ekkert að baki, þau verða áfram erfið einhver tíma. Íslenskt samfélag ennþá að vinna sig upp úr bít úr nálinni, eins og það heitir. Bít úr nálinni, en kannski líka bara að vinna sig áfram hvernig viljum við verða þegar við erum búin að leysa þessi mál. Viljum við falla í sama farið við vorum í áður eða erum við tilbúin sem þjóð að læra af hruninu, læra af tímanum fyrir hrun og koma aftur tilbaka núna sem sterkari þjóð, sem sterkara samfélag, fjölbreyttara samfélag með tilliti til bæði atvinnuframboðs og bara menningar yfir höfuð. Ég er svo hræddur að við séum bara á sömu leiðinni. Það eru ákveðin merki en ég held að háskólasamfélagið eigi svolítið inni í það að koma fram og tala það við samfélagið í heild sinni hvert við eigum að stefna. Háskólasamfélagi getur verið þessi pottur, hugmynda, gagnrýni og faglegra umræðu það hvernig við viljum þróast sem samfélag og ég lít til Háskólans á Akureyri sem mikilvægra stofnunar í því til á næstu árum. Miðað við allt sem þú átt að gera, allt sem þú átt að hugsa, hefurðu frítíma? Ég hef frítíma til þess að halda áfram að hugsa og halda áfram að gera þá hluti sem ég vil stefna að. Frítími, vinnutími hefur alltaf verið svolítið flókið hugtak hjá mér en vissulega hef ég tíma til að gera aðra hluti. Ég hef mjög gaman að því að ganga á fjöll. Já. Og ég hef mjög gaman að því að fljúga. Já. Og stunda bæði svifflug og vélflug í þessum frístundum sem ég finn. Þá náttúrulega kemur það akkurat inn í þetta samfélag. Nógur af fjöllum og nógur af flugvélum. Þetta er engin tilviljun, sko. Þetta er engin tilviljun, nei. Ég veit ekki hvort þú tókst með þér eitthvað sem tengist þér mikið eða þið þykir vænt einhvern hluti eitthvað slíkt, gerðurðu það? Ekki beint sko, vænst þykir mér náttúrulega sjálfsögðu fjölskyldu og eigin konu til 19 ára, við áttum brúðkaupsafmæli í gær. Til hamingju með það. Takk fyrir það. En talandi hluti, ef við viljum tala hluti sem okkur þykir vænt að þá tók ég með mér mynd af þeim hlut sem að ég er hvað hrifnastur af þessa dagana. Og ég veit nú ekki hvort að við náum henni á mynd hérna. En það er sem sagt stórmerkilegu gripur. Þetta er lag 12 sviffluga, 21 metra vængkaf, hönnuð í Sovétríkjunum. Já, þetta er Rússi. Rússi, en búin til í Litáin. Já, já. Og þetta er hönnun í kringu 1990, 91 eitthvað svoleiðis. Og á sínum tíma stórkostlegar framfærir sem fólust í þessum væng og þessari hönnun sem þarna er. Já. Því hún er með, hvað segjum við á góður íslensku, glide ratio, hún er með rennigildi. Rennigildi? Rennigildi upp á 1:47. 47? Og þeir sem hafa mælt hana í Bandaríkjunum eftir að hún kom út segja að hún sé nær 1:50. Nýjar svifflugur í dag eru 1:60, 1:65. Já.
þannig að sér að þetta fyrir alltaf mörgum ára síðan, hvað eru komið mörg ára síðan, 20 og eitthvað ára síðan? Já, 50 til 60 metrar áfram fyrir 1 metra niður. Já. Og hún vill ekki niður. Hún verður basically vill ekki niður og stundum þarf maður að slást við hana til þess að vilja láta hana lenda. Já. En við eigum hana 3 saman og ég keypti hluti í henni fyrir 3 ára síðan og að læra að nota hana, einstaklega skemmtileg. En hvað núna þegar þú flytur til Akureyrar? Þú að fá hana til þín? Já, ætli ég verði ekki að semja við meðvöndunum að annarkvort koma norður eða ég verði að taka með langar helgar og fara suður og taka nokkra hringi. Ég veit að það er að tala við þig margt fleira og við gerum þannig einhvern tíma kannski seinna. Alveg örugglega. Vegna þess að ég veit að þú þarft örugglega að fara á einhverja fundi áfram. Þú komst bara hérna og skuttlaði þér hérna inn til mín til þess að spjalla við mig smá stund. Ekki annað sjálfsagt, alltaf koma að spjalla. Ég þakka þér kærlega fyrir og vertu velkomin. Takk fyrir. Hvítum ávöxt